Tónlistarmaðurinn Friðrik Ómar þessar mundir að taka upp jólaplötuna Heima jólin og verður hann með samnefnda tónleika í Hofi á Akureyri og í Salnum í Kópavogi í jólamánuðinum. Plötuna tekur hann upp í Reykhúsinu á Eyrinni á Akureyri, því sögufræga húsi sem hann keypti og hefur gjörbreytt. Þetta látlausa hús sem var byggt árið 1911 á sér mikla sögu og hefur hýst ýmsa starfsemi. Hugsanlega var húsið reist sem gripahús og lengi vel voru matvæli reykt í húsinu. Þaðan nafnið Reykhúsið komið. Ríkisútvarpið var hérna til húsa, Lions-hreyfingin sömuleiðis og tónaútgáfan var með heilmikla starfsemi í Reykhúsinu nokkura ára skeið. Pálmi Stefánsson, kenndur við tónabúðina, heimsótti Friðrik Ómar í Reykhúsið í dag ásamt syni sínum Hauki og það langt síðan Pálmi var síðast í Reykhúsinu. Ég held að það verið 1978. Það orðið svolítið síðan. Og hvernig líst þér á húsið núna? Það bara mjög glæsilegt. Þetta alveg bara virkilega flott. Þannig að ég nýttu óska Friðrik Ómar til hamingju með það. En þú ert nú búinn að taka upp ansi margar plöturnar hérna í Reykhúsinu. Já, þær eru þó nokkuð margar. Ég hef nú ekki akkurat tölu á því, bara man það ekki. En þetta var fyrsta platan sem við tókum uppi hér var held ég með Karlakórnum Goða úr Þingeyjarsýslu. Og hún kom út 74 og ef ég man rétt þá var síðasta efni sem við tókum upp hér var Óðinn Valdimarsson sem söng þá eina plötu sem heitir Blátt ofan í blátt og kom út 78. Pálmi segir að ýmislegt hafi auðvitað gengið á í Reykhúsinu á þessum árum. Oftast hafi verið gaman og mikið fjör. Á þessum tíma 74 þá var nú ekkert mikið svona alvöru stúdíó og þetta var, hérna voru 2 upptökutæki af Revox gerð, lítill mixer sem ég pantaði frá Bretlandi og Echo-tæki eða svona Bergmálstæki sem það var svona besti hluturinn í stúdíónu. Það fékk ég hjá Hverfitólnum í Reykjavík. Það var auðséð í dag að Pálma þykir vænt Reykhúsið og hann greinilega alsæll með að tónlistarmaður hafi eignast þetta sögufræga hús. Mér finnst það bara mjög fínt. Það náttúrulega búið að taka þetta hús þvílíkt vel í gegn að það bara glæsilegt. Friðrik Ómar, það nú nokkur handtökin hérna sem að þú og þið eigið. Já, ég er kannski á einhverja hugmyndir en ég kannski ekki mikið að smíða en ég svona leiðbeini smíðunum. Já, við erum búin að vera að vinna hans í húsinu og þegar ég sá fyrir 2 ára síðan húsið kom á sölu þá bara vissi ég strax áður en ég var búin að skoða að þetta ætla ég að kaupa. Af því að ég vissi svona eitthvað sögu hússins sem að mér fannst alltaf mjög skemmtileg og merkileg. Og maður finnur það bara og ég fann það þegar ég kom inn, að það einhver andi inni fyrir utan alltaf reyklyktina, sem er svo heillandi. Já, ennþá reyklykt hérna? Já, það smá reyklykt og sérstaklega ef Kári blæs svolítið úti, sko, þá gýs hún upp, sko. Og við tókum hérna og gerðum gat á útvegg hérna í fyrra. Og það gaus svoleiðis upp, þetta var bara eins og jóladegi, það var hangikjötslykt. Pálmi, hvernig var það hjá þér? Var þá reyklykt hérna alveg? Já, það var alltaf, allan tíma var reyklykt, hún var svolítið mismikil svona eftir, já eins og Friðrik Ómar segir, eftir vindáttum og öðru slíku en það var alltaf, og þegar við rifum hérna innan úr húsinu það var náttúrulega, það var búið að brenna sko áður. Og þetta var allt í sóti og reyklykt, sótlykt. Þannig það var frekar ógæslegt svona fyrstu mánuðina. Friðrik Ómar að taka upp jólaplötu í Reykhúsinu sem mun heita Heima jólin. Texti titillagsins eftir Valgeir Skagfjörð og lagið eftir Friðrik Ómar. Hann í jólaskapi þrátt fyrir að dagatalið segi að október sé rétt að byrja. Þú getur rétt ímyndað með reyklyktina hérna inni. Þetta mjög einfalt. Það bara líka svo, eins og ég segir, góður andi hérna og það bara gaman til þess að hugsa þegar maður að gera þetta. Hér hafi verið þetta mikla og skemmtilega starf
hér á árum áður og náttúrulega frábært að fá Pálma inn í heimsókn og svona labba með mér í gegnum húsi og segja mér frá því hvernig þetta var og það er leiðandi mjög auðvelt að vera í góðri stemningu að taka upp. Þetta er líklega fyrsta jólaplatan sem unnin er í Reykhúsinu. Þetta sé ekki fyrsta skipti sem að jólaplatan er hreinlega tekin upp í Reykhoa. Ég hugsa það. Það er ekki ólíklegt. Já, ég mæli ekki kannski beint með því, sko. Þessi kofi er kannski komin náttúrulega í annað hlutverk. En já, ég setti upp bara núna svona búnað sem að er, og þykir mjög góður í dag, alveg eins og búnaðurinn sem að Pálmi var með 74. En þetta er allt orðið svona miklu einfaldara. Nú er bara nóg að eiga eina góða tölvu og ágætis mikrofón og ég var nú og keypti mitt svona fyrsta svona litla stúdíó náttúrulega í tónabúðinni. Ég var nú örugglega ekki hár í loftinu, kannski 18 ára eða eitthvað svoleiðis og ég er meira að segja að nota þann mikrofón í dag sem ég keypti fyrir 18 árum síðan. Af Pálma? Af Pálma. Þannig að þetta fer allt í hringi. Hvernig líst þú nú á þetta, Pálmi? Þetta er bara fínt. Það vil nú reynda líka svo til að ég á ennþá einn mikrofón sem ég notaði hérna uppi 74. Hann er bara heima hjá mér, geymdur þar vandlega. Notar hann einhvern tímann? Já. En þú, Friðrik Ómar, ég byrjaði að selja miðana í gær á jólatónleikana. Hvernig gengur? Það gengur bara frábærlega. Við vorum með svona forsölu í fyrsta skipti sem ég hef nú aldrei prófað það og það bara gekk vonum framar. Og það er ég er með þessa tónleika svona í tengslu við plötuna sem ber heitið Heim jólin og platan gerir það líka. Og þessna fannst mér eitthvað svo bara algjörlega vera máli að taka söngin upp á heimilinu fyrir norðan. En tónleikarnir verða semst 5. desember. Og Pálmi, ég ætla nú að bjóða þér hér með tónleikana. Nú þakka þér fyrir. Það er bara þannig. Það er glæsilegt. Já, það er bara þannig. Það er heiðursæti í salnum. Og ekki nóg með það, Pálmi fékk að heyra titillagið í Reykhúsinu í dag. Hey